spátn að mörgu leyti bara fallin og þetta bara eins og að gerast í ákveðnum sveitarfélögum í Bretlandi. Evrópa að verða fátækt ríki í samanburði við það sem gerist og gengur annars staðar á Vesturlöndum. Ef við ætlum að feta þá slóð, þá verða börnin okkar og barnabörnin okkar fátæk. Og þegar við erum að ræða viðhorf múslima til okkar samfélags og heimsins, að þá getum við ekki sett okkur í spor þessa fólks. Þau horfa á heiminn á allt annan hátt en við. Þetta eru bara ósamrýmanlegir heimar. Og þetta hlutur sem maður má ekki segja, og nú verð ég kallaður rasisti og ógeða af öllu þessu fólki. En þetta blasir við. Verðbólgan komin í 5,2% og atvinnuleysi í 7,3%. Við verðum bara að láta Ursulu von der Leyen leysa þetta. Af því við getum þetta ekki sjálf. Ég segi þá bara við þetta fólk, þau látið okkur þá bara þetta. Það nóg af fólki, af öflugu fólki sem að getur leyst þetta. Og ég vil bara sjá stjórnvöld bretta upp ermar og gera það. Vatnið frá Dalvík. Það var Dalvík? Þessi tappa hjá Kalda. Já, það má nú ekki nefna Kalda. Við erum byrjaðir. Því að það þeir selja áfengi. Já, það bannað. Hvernig þetta hjá ykkur þegar þið eru að tala áfengi? Nú veit ég að tala það í þjóðmálum. Fjölmiðlanefnd hlýtur að pirra sig eitthvað á því og það samt handahófskennt hverjum með skipta sig ár. Já, þeir hafa misjöfn áhugamál. Ég ekki mikið inn í því. Gísli Freyr Valdimarsson vinur minn ber ábyrgð og rekur þjóðmál, en þetta byrjaði nú bara allt á því fyrir, núna tæpum 5 árum að mér fannst þetta dálítil útgerð að vera að mæta til hans í þessi viðtöl reglulega og takið þetta svona 2 tíma og fá hvorki votni þurrt. Og ég áhugamaður í vín og mér finnst gaman að hitta fólk og spjalla við það yfir 1-2 vínglösum. Þannig að ég fór að mæta bara með flöskur sem að mig langaði til að drekka. Já. Bara svona handóska, oft kampavín og ég er nú mest, ég er svona lúmskaman líka því hvað Gísli var illa inn í þessu. Honum alveg lífsins og ómögulegt að bera fram frönsk vínheiti og það verið ekkert skánað þessu 5 árum. Þannig að þetta snerist bara það og ekki auglýsing í einu eða neinu tilliti. Og eitt þeir sem á móti áfengi yfir höfuð og ég tala nú ekki einkasölu áfengi eða að segja sölu einkafyrirtæki áfengi vilja meina að það að tala áfengi og drekka það normalísera það. En ég held að þessi aðferðafræði fjölmiðlanefndar og allra þessara forvarnafræðinga og lýðheilsufræðinga sé tilraun til þess að demonisera áfengi og það held ég sé miklu verri leið heldur en svo að tala það og fræða fólk og sína fólki að það hægt að njóta þessarar heimsmenningar með ábyrgum hætti og þannig að þú fáir eitthvað meira út úr því heldur en að verða pissfullur. Því að það svo breyting hefur orðið bæði með tilkomi bjórsins 1989 og síðan aukinnar þekkingar og aðgengis að vönduðum vínum. Ísland betra land, hér betra búa og eftirsóknarverðara vegna þess að við höfum innleitt það besta sem við höfum fundið í menningu Frakka, Spánverja, Ítala og nú Austurríkismanna og Þjóðverja í þessum efnum. Já, það ég nefnilega líka fyrir mér þetta náttúrulega bara frelsismál Ég tel að fólk eigi að hafa tök á því að taka óskynsamlegar ákvarðanir og að sé ekki ríkisins að stoppa í öll göt varðar allt mannlegt eðli til þess að finna hinn fullkomna mann sem að Sovétríkin voru náttúrulega alla tíðar en að finna Forsjárhyggju fólki, það vill að ríkisvaldi beitir sér fyrir því að menn taki alltaf skynsamar ákvarðanir út frá þeirra mælikvörðum. Nýjasta dæmið þessi leiðbeiningabæklingur í jafnréttisstofu, það sem hefur verið að hvetja framboðið stjórnmálaflokka til þess að tryggja það að það sé fatlað fólk og samkynhneigðir og minnihlutahópar inn á öllum framboðslistum og staðreyndin auðvitað svo að það getur vel verið að inn á slíka lista rati minnihlutahópar og það er gott og jákvætt en auðvitað það bara stjórnmálaflokkana sjálfra að ákveða það og taka afleiðingunum af því ef þeir bjóða fram lista sem eru einsleitir eða óáhugaverðir. Það ríkisvaldi fyrir að hlutast til það hverjir eru framboði þá eru bara komin furðu nálagt kerfinu sem verið að mylja niður núna í Íran. Það sem að það einhver æðstiklerkur, annarkvort Khamenei eða jafnréttisstofa sem ákveður fyrir þig hver má vera í framboði. Og það sér það hver maður þegar fólk þarf að hugsa þetta í svona 7 sekúndur og það áttar að segja á því hversu galið þetta og af hverju við eigum að leggja niður jafnréttisstofu. Já, ég náttúrulega
sérstaklega þegar núna ríkið einhvern veginn að bakstast við það að skera niður sko. Það var svo mörg dæmi sem kom upp í hugan einmitt eins og fjölmiðlanefnd og jafnréttisstofa. En hún nefndir Austurríki, Þýskaland, fleiri lönd sem eru þannig í Evrópu. Nú bara staðan þannig að við getum, ég og þú, fagnað út af því að bráðum verðum við komnir í sambandsríki með þessum góðu þjóðum. Já, það allavega vilji fyrir því hjá þeim sem að stýra landinu þessa dagana og formaður utanríkismálanefndar hefur sagt að metnaðarfullt markmið sé að koma okkur inn í Evrópusambandið 2030 eða 2031 og til þess þarf þetta margt að ganga á, fyrst þjóðaratkvæðagreiðslan, eða í raun og veru fyrst núna samþykkt þingsályktunartillögu númer 875, þingskjal 875, síðan þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst, svo samningaviðræður og svo samþykkt í öðru þjóðaratkvæði þingkosningar með 2 þingum sem að samþykkja stjórnarskrárbreytingar og svo ríkja ráðstefnu þeirra 27 ríkja sem eru nú þegar í Evrópusambandinu til að samþykkja samningi sín megin. Og þetta þetta langt og strandferðli og mun taka óbáslega orku og óbáslegan fókus og í raun og veru má segja bara heltaka umræðuna þann tíma sem þetta mun taka, þá sennilega til 2031. Ég sko, þetta svo fyndið, því að ég var hrifinn af því að gangi þetta Evrópusamband, en mér finnst það í dag vera, líkt eða svona einhvern tíma saman við það að vera í byrjunarliði Manchester City eða Liverpool eða einhverjar stærstu liðum og leitast eftir því að ganga til liðs við Tottenham eða einhver annar að leiða í fallbaráttunni. Ert þú ekki Tottenham-maður? Hvernig var það? Nei, ég væri nú líklegur til að halda með Tottenham bara vegna gyðingasamfélagsins í London sem að fylgir sér þar að baki. En ég er Manchester United maður að langveðgatali. Og en ef ég myndi neyðast til þess að hætta að halda með þeim sem að mér hefur nú stundum grunað ég þyrfti að fara að gera, að þá er Tottenham fyrir valinu. Já, en þú sér það samt að þetta álíka vond hugmynd samt. Að vera í toppliði, í byrjunarliði og reyna að komast inn í lið þar sem að ekkert gengur og í rauninni allt gengur verra og verra. Já, menn hafa fært ýmis rök fyrir inngöngu í Evrópusambandið og þau eru fyrst og fremst tvennskonar. Þau rök sem að lengst hefur verið haldið á lofti eru efnahagsleg rök það að okkur sé betur borgið innri markaðnum og að við getum haft áhrif við borðið eins og það sagt, þar sem við verðum að taka ákvarðanir það hvernig þessi markaður þróast. Og við sannarlega erum undir miklum áhrifum frá þessi markaði vegna EES-samningsins og getum haft þar áhrif en höfum kosið að gera það ekki, ólíkt til þessum normannum. Síðan núna þegar að heimsmálin hafa breyst tiltölulega hratt, fyrst við innlimun Krímskagans 2014, síðan Úkraínustríðið, stríðið á Gaza í Íran og svo utanríkispólitík sem að Donald Trump hefur rekið, sem að hefur haft mikil áhrif í Evrópu, sérstaklega efnahagslega og hvað var þar hernaðaruppbyggingu, að þá hafa þau rök verið notuð talsvert að við þurfum að koma okkur í öryggisskjól með því að fara inn í Evrópusambandið. Og það eru rök sem að ég hef nú velt mikið vöngum yfir, en staðreyndin er svo að, og sást nú kannski best á Finnum og Svíum sem að hafa verið í Evrópusambandinu langt árabil, að þegar að öryggi þeirra var ógnað af alvöru núna af Rússum, þá hlupu þeir í raun í fang Bandaríkjanna. Hvernig gerðu þeir það? Þeir gerðu það ekki með varnarsamningi eins og við höfum frá 1951, heldur með aðild að NATO sem að þeir hafa verið algjörlega þversum gagvart fram að þessu. Og það var bara eins og, eða svo andstæða hvar bara eins og dögg fyrir sólu og þeir eru núna aðilar að NATO að með tíma, ekki vegna þess að þeir telja að Þýskalands her eða Spánarher komið til aðstóðar ef eitthvað bjátar á, heldur vegna þess að þeir vita að þeir geta dreigið á 50 grein Atlantsáttmálans og sagt það búið að ráðast á okkur, við köllum eftir því að það sé skilgrein sem árás á öll ríki bandalagsins. Og hverjir koma þá? Með sín 11 flugmóðurskip og alla kjarnorkukafbátana og alla sína hátækni, það er Bandaríkjamenn. Það er það eina sem skiptir í þessu máli. Svo þegar maður skoða núna þingsályktunartillöguna númer 875 sem nefndi, þá er sérstaklega drepið á þessu og sagt, heyrðu, það eru víðsjárverðir tímar og alheimsmálin eru með því móti að núna eru menn farnir að beita aflsmunum og það er alþjóðalög víkja og menn hnykla vöðana það sem þeir telja sig þurfa þess. Og það er Bandaríkjamenn að gera, rétt eins og Kínverjar og önnur stórveldi. Og það er veruleiki sem við búum við getum ekki breytt í. Ísland mun aldrei hafa áhrif á þessa þróun mála. Það verður bara algjör sturlun að halda því fram að við getum orðið einhverjir friðflytjendur eða mótunaraðlar á þetta.
Og þá vaknar spurningin, ef að menn eru farnir að hnykla vöðana, hvar ætlum við að staðsetja okkur? Hvar ætlum við að finna skjólið? Og þau segir þingsályktunartillögunni að það sé rétt að gera það með inngöngu í Evrópusambandið. Og ég segi, það bara eins og hoppi upp í rúm með fötluðu frænkunni sem á leiðinni til sjúkraþjálfara vegna þess að hún veit að það gengur ekkert hjá sér að laga mjöðmina eða bakið eða öxlina. Evrópa getur ekki varið sig. Bandaríkjamenn eru með fjölda herstöðva í Evrópu, í Bretlandi og Þýskalandi svo dæmis í tekið. En getur þú nefnt mér einhverja evrópska herstöð í Bandaríkjunum? Nei, ég held að hún sé bara ekki fyrir hendi. Hún er ekki fyrir hendi. Nei. Staðreyndin er svo að ef að menn ætla að gæta hagsmuna Íslands út frá öryggisjónarmiðum, þá er það að halda eins þéttu og traustu og öflugu sambandi við Bandaríkin og hugsa sketur. Því að þegar að allt keyrir koll sem getur gerst, þá er þeir eina vörnin sem að við höfum. Og það er rosalega alvarlegt að sjá hvernig utanríkisráðherrann og utanríkisráðuneytið hafa haldið okkar málum á þessum vísjárveru tímum. Það er búið upplýsum það að hún hefur farið á fjöldafunda með yfirmönnum utanríkismála í Evrópusambandinu og utanríkisráðherrum stóru ríkjana í Evrópu, en hún hefur ekki átt einn einasta fund með æðstu valdhöfum í Washington. Og þetta er ekki gáleysi, þetta er stór hættulegt. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjuru bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Það er líka eitt við þessa framsetningu sem mér finnst alltaf svo litið skrítið sem er að það er alltaf að segja sko að það er verið að hræða þjóðina í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er að hræða þjóðina. Og í næstu setningu er svo sagt og ég get lagað það og í rauninni sefa þær áhyggjur með því að segja að við verðum að fara inn í Evrópusambandið út af því að það eru svo vísjáverðir tímar. Þannig að hræðslan kemur alltaf frá í rauninni þeim hóp sem að segist mest verið að tala gegn hræðslunni. Og ég einhvern veginn hef verið að velta þessu fyrir mér sko út af því að það var eflaust á einhverju tímapunkti ágætis hugmynd að gangi inn í Evrópusambandið. En núna þegar að þjóðarframleiðsla þeirra er dottin úr 25% niður í 14% af heimsframleiðslu að þá er þetta bara og verður verra og verra að þá er þetta svona hálfpartinn mjög sérkennileg hugmynd og ég veit að Lilja Alfreðs líka nefndi þetta, ég er búin að tala lengi um það að ég held reyndar að Kína muni þurfa að draga niður seglin út af því að þeir muni einfalda þurfa að takast á við rosalega lífræðilegar þróun sem er það að þeir geta orðið 600 milljónir bara eftir örfá áratugi en Indland hins vegar held ég eftir að stíga mjög hátt upp og þegar að það fer að gerast að þá viljum við svolítið hafa bæði náttúrulega öryggið sem er náttúrulega í gegnum Bandaríkin en líka það að við séum að nýta okkar fullveldi til þess að taka skynsamlegar ákvarðanir en það er einhvern veginn svona eins og það sé ekki til umræðu út af því að það er bara, þú veist, þetta eru nágrannar okkar og menningarlegir, með menningatengsl og fleira sem er alveg rétt en hingað til hefur það ekki verið til þess að við þurfum einhvern veginn að ganga samningaviðræðum við ESB út af því sko. Nei, við höfum sannarlega mikið til Evrópu að sækja og ég held að við séum öll Evrópu sinnar í þeim skilningi en við erum ekki Evrópu sambandsinnar og ég nefndi nú bara vínmenninguna hérna áðan en það er mjög margt sem að við sækjum til evrópska menningar sem við höldum mjög upp á. Það reyndar á mjög undir högg að sækja núna vegna þess að það eru að verða lýðfræðilega breytingar í Evrópu líka sem valda því að þetta samfélag er ekki alveg eins einsleitt og augljóslega í takti við það sem við kjósum og áður var og það er nú það sem Marco Rubio, J.D. Vance og fleiri hafa bent á. Og efnahagslegu rökin eru síðan auðvitað mjög þungvæg, menn velta fyrir sér evrunni og menn velta fyrir sér innri markaðnum og menn segja, við erum með EES-samningin og þar eru við bundin að því að taka upp þetta regluverk Evrópusambandsins í langa banir og við gerum það sjálfvilju gegnum þetta ETS-kerfi sem er að kæfa Icelandair og skipafélögin okkar og ég held að það kerfi hafi til þess ekki verið sett á laggirnar til að kæfa Ísland. Það var bara sett á laggirnar á þess að menn leitu hugan að því hvaða áhrif það hefði á Ísland. En það skiptir Ísland engu máli í heildarsamhengi hlutana
þegar þetta fólk að setja sér reglur. Þegar þau að setja reglur þá það að skoða hvað áhrif þetta hefur á Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Spánn, Grikkland og Svíþjóð, Finnland, Danmörku. En 400.000 manna þjóð getur ekki krafist þess að kerfið verði sniðið að þess eigin þörfum. Við erum hins vegar fullvalda þjóð og við getum sniðið okkar kerfi að okkar þörfum og við eigum að nýta okkar fullveldisrétt og segja við Evrópu. Við viljum eigin nánu samstarfi við ykkur. Við viljum selja ykkur vöru og þjónustu í hæsta gæðaflokki, þar sem að vinnumarkaðurinn öruggur og mannsal ekki í gangi. Hér umhverfisvernd með besta móti og allir staðlar upp á 10. Og við viljum kaupa við ykkur vöru og þjónustu. Við erum mjög háð Evrópu það að kaupa vandaða vöru og vandaða þjónustu, bjóða hinga ferðamönnum frá Evrópu og annað í þeim dúr. En af hverju þarf það að gerast á þeim grunni að við kokgleipum við allri dellu löggjöfinni? Og menn ger nú grína því þegar menn nefna papparörin og áföstu tappana, en það bara svo augljós dæmi sem fólk skilur svo vel. En dæmin auðvitað fjölmörg önnur. Evrópusambandi reyndi á sínu tíma að setja reglur það hversu bognir bananar mættu vera til þess að það mætti selja þá í verslunum. Ég held að það hafa nú horfið frá þeirri löggjöf, en þeir hafa verið algjörlega reglusetningar óðir og reyndi að setja reglur alla mannlega hegðun. Og það birtist bara í því hvernig verið að taka á fjölmiðlum og hlaðvörpum. Þetta allt eitthvað sem verið að innleiða í gegnum Evrópusambandi og til okkar og við horfum til. Á meðan að Bandaríkjamenn hafa gætt sín til dæmis á því að vera ekki að regulera eða reglusetja sitt samfélag með sama hætti. Og hver munurinn? Fyrir rúmum 2 áratugum var Evrópa með heildar landsframleiðslu upp á svona 95% af því sem gerist í Bandaríkjunum. Þessi ríkjasambönd, þó ólík séu, voru svona nokkurn veginn á pari hvað varðar efnahagsleg umsvif. Evrópa í dag 65% og stefnir í það að öllu óbreyttu að fara undir helmingin. Evrópa að verða fátækt ríki í samanburði við það sem gerist og gengur annars staðar á Vesturlöndum. Og það, ef við ætlum að feta þá slóð, þá verða börnin okkar og barnabörnin okkar fátæk. Þá munum þau búa við skert lífsgæði miðað það sem gerist annars staðar í heiminum. Og það ekki bara það að menn get ekki keypt sér dýr og fína bíla. Fólk mun bara ekki hafa aðgengi að því sem mestu skiptir, þjónustu gervigreindarinnar, líftæknilyfjum sem að geta lengt líf og tryggt lífsgæði fólks. Og viljum við í alvörinu, ég held að við skiljum ekki einu svona hugsunum, við höldum einhvern veginn að við fáum bara hér öll bestu lyfin og það sé ekkert mál og við erum svo framalega og öllum sviðum og vel tengd. En hvað ef að ríkiskassin bara, ef að honum verið sett mörk, að það ekki hægt að kaupa dýrust og bestu krabbameinslyfin eða lyfin til að vinna gegn Alzheimer eða MND eða öðrum sjúkdómum sem að munu finnast lækningar við á komandi árum áratugum. Þetta bara grundvallar spurning sem fólk verður að spurja sig. Markmiðið hlýtur alltaf að vera það að byggja upp samfélag sem skapar sem mest verðmæti og dreifir þeim með sanngjörnum hætti þannig að allir geti lifa mannsæmandi og góðu lífi. Sú vegferð sem Evrópusambandið hefur verið á síðustu áratugi, henni hefur ekki tekist að tryggja það. En samt vill þessi hópur, 2 af 3 stjórnarflokkum, óður og uppvægir komast þarna inn. Þorgerður Katrín segir, ég mun aldrei skrifa undir það að við afslum okkur auðlindum okkar og ég mun aldrei skrifa undir samning sem svona og hins einn, en ég samt sem áður samfærið það að okkur sé betur borgið þannig inni. Já, og dellan svo að við getum haft einhver áhrif á ákvarðanatökun. Já, mér finnst það svona að vera að sérstakasta sko. Núna allir kom grein á RÚV þar sem þeir voru einmitt að tala það að þeir myndu ekki vilja sjá sko Ungverjaland 2.0. Það að segja að Ungverjar núna eru búin að vera að halda utan sín landamæri og vilja ekki innleiða fullu þá svona flóttamanna, já bara þegar sérkennilegu stöðu, flóttamannastöðu sem að Evrópusambandið búið að koma sér í og þau ríki sem að þar eru. Ekki heldur Pólverjar. Og heldur ekki Pólverjar. En ég sagði Brynjar Níelsson núna fyrir ekki svo löngu að ég held að Vestur-Evrópa verði Austur-Evrópa og Austur-Evrópa verði Vestur-Evrópa eftir örskamman tíma, einfallega bara út af hugafari sem að í þessum 2 hlutum sko. Einkum á Spáni og í Frakklandi. Já, og já, nákvæmlega Spánn náttúrulega á einhverju stórkostlega sérkennilega vegferð þar sem að þeir voru bara með 500.000 flótamanna sem þeir bara gáðu ríkisborgari rétt út af því að þeir gátu ekki tekist á við vandan sko. Spánn að mörgu leyti bara fallin. Og þetta bara eins og að gerast í ákveðnum sveitafélögum í Bretlandi.
Já, þetta og einhverju sko, það sem sérstætt við þetta líka, að einhverjum tímapunkti fyrir ekki svo mörgum árum, þá hefði þetta bara verið einhver rasísk hundaflauta, það hefði allt farið í háaloft. Þetta ekki rasísk hundaflauta? En þetta samt ekki bara að horfast í augu við raunveruleikann, að sjá það að í Evrópu búið að skipta út stórum hluta fólks á ákveðnum svæðum og búið að innleiða menningargildi sem eru okkur mjög fjarlæg og eru eitthvað sem að sko almennt séð oftast reyndar sömu hópar og tala það að þetta sé ekkert mál, tala að það sé rosalega varhugaverð sko sjónarmið í Afganistan eða öðrum af þessum svæðum. Það að segja að eins og ég bent á að þeim sem eru svona í réttindabaráttum eða telja sig verið í réttindabaráttu tala sko rosalega mikið það hvað staða kvenna í Afganistan sé slæm og staða kvenna í Sýrlandi sé slæm og staða kvenna í Rússlandi sé svo slæm. En svo ef að þetta fólk kemur yfir til Vestur-Evrópu þá má ekki gagnrýna. Þá allt í einu bara, já nei, þetta bara, verð þú ekki að setja út af það hvernig aðrir haga sínu lífi sko. Þetta hefur bara gerst margoft í sögunni að þjóðflutningar hafa valdið miklum breytingum á samfélagum og þegar það gerist með þeim hætti sem hefur gerst hér eftir að Merkel tók afdrifaaríku ákvörðun 2015 að opna landamærin þegar að allt fór í klessu í Sýrlandi, þá hafa menn mist tökin á þessu. Þetta var alvarlegt fyrir meðal annars í löndum eins og Svíþjóð og Danmörku, Frakkland og annar staðar, og vandinn líka sá að á meðan þessir hópar eru mjög fámennir þá auðvelt að díla við það og þá finna menn ekki fyrir þessu, þá þetta beina blinda augun að því. En þegar að hóparnir verða mjög stórir og fara að gera kröfu til þess að samfélagi lagi sig að þeirra kröfum, þá verður breyting á. Við erum að fá fréttir að því núna, að því nú stendur Ramadan yfir, sem föstu mánuði múslima, að það eru kröfur uppi það að íslensk börn á leikskólum taki tillit til múslimabarna sem að mæta sem ung í skólan, að þau sé ekki að flagga mat framan í þau að því að þau með ekki borða. Og ég segi bara í alvörunni, það fyrir löngu orðið þannig í mörgum skólum að það er ekki hægt að bjóða upp á svínakjöt, það má ekki bjóða upp á skinku eða svínakjöt í matinn vegna þess að það þarf að taka tillit til þessara hópa. Það er bara svínakjöt í matinn hjá okkur, það er bara matur sem við borðum og okkar börn og okkar samfélag þarf ekki að laga sig að þessum kröfum. Það er miklu einfaldara að þau lagi sig að okkar kröfum og borði bara svínakjöt. Og ef þau geta ekki sætt sig við það, þá verður þau bara að borða einhvers staðar annar staðar. Já, ég er búin að taka eftir fréttum af þessu og þetta er líka svo sérstakt sko, því að Christopher Hitchens talaði preemptive submission. Það er að segja að þeir hópar sem hingað komnir það kannski einhverjir aðilar sem rosalega kröfuharðir það að teki sér mark á þeirra gildum og þeirra viðmiðum, en ég held að langflestir séu bara hingað komnir, eða allavega stór hluti af þeim séu komnir til þess að aðlagast íslensku samfélagi. Já. En við ætlum einhvern veginn að vera sko áður en að það heyrist nokkuð, að vera einhvern veginn að aðlaga okkur að öðruvísi gildum. Nei, já, að einhver reyti það rétt, en svo bara þessi dæmi að koma upp, þessar kröfur eru uppi og þó að þær séu kannski takmarkaðar að þá mun þeim fjölga og eftir því sem að fjölgar í hópið þess fólk sem að lifir eftir þessum trúargildum, það er nú bara eitt nýlegt dæmi, það sem að kanslari kaþólsku kirkjuna lýsir yfir því að Guðs lög séu æðri landslögum og Sigmundur Ernir Rúnarsson reitt á sér hárið meira en venjulega og það er nú sérstakt afrek og þá segir maður, við getum ekki verið með svona trúarhóp hér. Hvað halda menn að menn séu að boða í moskunni upp yfir bústaðaveg? Þar þetta þó, sko, í kaþólsku kirkjunni það þannig að menn viðurkenna að það séu Guðslög og mannanalög. Í Íslam aðeins ein lín í þessu. Það eru bara Guðslög. Menn gera engan greinarmun þar á milli. Og það reyndar ástæða þess að kristindómurinn, kristin kirkja og kristin samfélög komust af miðöldum og fóru inn í upplýsinguna á sínu tíma sem byggðu upp okkar vísindasamfélag og háskólana eins og við þekkjum þá í dag. En Íslam ennþá fast á miðöldum. Það ástæða þess að engar læknisfræðilegar uppgötvanir á síðustu 100 árum hafa komið frá íslamska heiminum. Þær koma allar frá kristna heiminum. Allt frá hjartaígræðslum
og þessum stóru framförum í líflækningum, allt þetta afsprengi af samfélögum sem eru kristin og það ekki tilviljun. Hvað sem að menn segja, það bara ekki tilviljun. Ég ætla að auka við þessa hundaflautiðina og taka enn dýpra í áruna. Sko, ég nefnilega að pæla rosalega mikið í þessu og ég að lesa núna Max Weber, ég mun að lesa bók núna nokkru sinnum Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Þar sem að hann einmitt fer inn á þetta svona hvaða undirliggjandi kraftar ollu því að upplýsingin og svona listsköpun náttúrulega stórum hluta varð til í Evrópu og svo síðar náttúrulega í Bandaríkjunum, en eitthvað sem að sko þar sem að fólk naut þess að samofnir hagsmunir voru bundnir við landan. Og hann segir þannig að það var út af ákveðinni svona kristinni trú og þessum svona siðgæðum sem að sjálfkrafa fylgja kapitalisma. Og það sem ég hef verið að hugsa sko í tæmið við Evrópu, að ég held að efnahagsleg hnignun og útlendingastefna séu víxlverkandi þættir. Ég held að ástæðan fyrir því að efnahagsleg hnignun hafi átt sér stað út af því að við erum að horfa upp á bara þann veruleika að fólk hefur ekki hagsmuni af því að beita sér fyrir betra samfélagi sem að þau munu þá ekki koma til með að njóta þegar að þau fara yfir móðuna miklu. Og þetta eitthvað sem mjög óþægilegt að ræða, en ég held samt sem áður að þetta sé rétt út af því að það sem að Bandaríkjunum hefur til dæmis tekist að gera að þeir bara eru ekki með neitt velferðarsamfélag sem heiti getur, og það ástæðan fyrir því út af því að þeir eru þetta fjölmenningarsamfélag. Ég ber ekki ábyrgð á öðrum einfallega út af því að ég vil ekki bera ábyrgð á öðrum. Þegar þú ert komið með fjölmenningarsamfélag, þá ertu ekki að fara að búa þannig um hnútana að fólk hafi hagsmuni af því að vilja búa og stuðla að velferðarsamfélagi fyrir aðra. Þannig að þetta það sem held ég búið að gerast, að fjölmenningarstefnan búin að grafa undan velferðarsamfélaginu í dag. Já, sko Bandaríkjamenn hafa velferðarsamfélag í þeim skilningi og samtryggingu í gegnum tryggingafélög. En þú að kaupa trygginguna sjálfur. En tryggingafélög eru þetta samtrygging. En hún á algjörlega kapitalískum grunni þar, eða mestu. Það þetta ákveðin félagsleg kerfi sem eru þar við líði. Já. En þú ert ekki að passa upp á hinn og það ekki kraftur sem að lætur þig vilja að passa upp á aðra. Nei, en kristnu samfélögin í Bandaríkjunum, gyðingasamfélögin, þau eru með alls konar charity og það mjög rík hefð fyrir því í Bandaríkjunum að menn gefi peninga til góðgerðamála, miklu ríkari hefð heldur en hér, vegna þess að við erum vöndi að ríkið leysi bara málið. Þannig að þetta kannski full einföldu mynd að mínu mati. Varðandi þessi, og það sem þú vísar í varðandi Max Weber, þar sem hann velta fyrir sér í raun og veru mótmælenda trúnni og hvernig hún hefur mótað efnahagslífið, að þá þetta í grunninn þessi byltingakennda hugmynd Martins Luther sem hann kemur fram með að heimurinn sé stýrt af tveimur sverðum, tveggja sverðakenningin. Það annars vegar sverð Guðs og hins vegar hið veraldlega sverð. Og hann áttaði sig á því að það yrði að skilja þarna milli. Að kirkjan héldi á hinnu trúarlega sverði, en að það væru veraldlegir valdhafar, kjörfurstatnir og furstatnir í Þýskalandi og heiminn sem að héldu á hinnu veraldlega sverði. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vitað allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort sú ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða sú vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Og þetta eru kraftar sem að takast á með ákveðnum hætti og þessu sér síðan stað í því hvernig háskólarnir breytast, að menn fara að beita vísindahyggju og vísindalegri aðferð. Charles Darwin hefði aldrei getað komið fram með kenningar sínar uppruna tegundana ef að þessi skil hefði ekki orðið. Hann hefði einfallega verið brenndur á báli. Eða hann hefði verið bara hengdur upp í krana eins og Íranir gera í dag við fólk sem að þeim líkar illa við að telja sig rangar skoðanir.
og þetta er svo byltingarkennd breyting og við skiljum hann ekki alveg í dag vegna þess að við búum ekki í heimi þar sem að þessi samruni á sér stað milli trúar og ríkis og þegar við erum að ræða viðhorf múslima til okkar samfélags og heimsins að þá getum við ekki sett okkur í spor þessa fólks. Þau horfa á heiminn, þau hugsa heiminn á allt annan hátt en við og þetta eru bara ósamrýmanlegir heimar og við erum naív þegar við höldum því fram að þetta sé ekkert vandamál og hafi engin áhrif á samfélögin. Sharia dómstólarnir sem að búið að viðurkenna og setja upp á mörgum stöðum í Bretlandi, þar segja bara dómstólar sem að taka á sérstaklega innri málefnum fjölskyldna. Þeir eru 130 talsins. Já, og þar er bara allt annað viðhorf til kvenna, sorry to say. Og því miður eru líka mörg dæmi hér. Ég þekki dæmi úr mínu umhverfi þar sem að íslenska konur hafa byrjað með mönnum úr þessum heimi og jafnvel eignast með þeim börn og leið og þar hafa verið leið og það eru konar festar á milli að þá breytist viðhorfið til stöðu kvennanna. Við hefum þetta mjög frækt dæmi þetta af Halli Mal og Sofíu Hansen og þetta er bara eitt dæmi af mörgum. Og þetta er hlutur sem maður má ekki segja og nú verð ég kallaður rasisti og ógeða af öllu þessu fólki. En þetta blasir við. Heimurinn er ekki einfaldur og eitt af því sem að ræður mjög miklu í þessum efnum eru þessi trúarbrögð og hvernig þau hafa mótað þessa tvo aðskildu heima með mjög afgerandi hætti. Og annað dæmi og auðvitað skýrasta dæmi er frá Íran og skefjalausasta, þar sem að þessi æðsti klerkur var felldur og sonur hans er tekinn við og þeir brytjuðu niður einhvers staðar á bilinu 30 til 100.000 íbúa sína því að fólki var að mótmæla þessum stjórnarháttum. Við höldum að þessi menn séu bara þjóðarleiðtogar eins og við þekkjum þá. Bara eins og Ólafur Ragnar eða Angela Merkel eða Mette Frederiksen. Þessi menn er ekki þannig. Þeir ganga fyrir hugmyndum heimsendi. Þeir eru það sem að kallað var á einum stað riddarar heimseyðingarinnar. Þá dreymir að eyða heiminum. Og þegar þetta fást við slíka menn, þá er ekki hægt að boða til fundar. Þá er bara ein leið. Og henni var beitt þarna 28. febrúar með þessu ótrúlega vopni, Blue Sparrow, sem er í raun og veru geimvopn og Ísraelarnir þeir sendu eldflög upp í geiminn og beina leið niður á skallan á Khamenei og það var gott. Já, þetta er ég nefnilega ef áttbínu erfitt með það en ég nefnilega Já, þú ert náttúrulega þekktur stuðningsmaður írönsku klerkastjórnarinnar. Þetta er rétt og þetta voru þín síðustu orð. Komiði strákar. Nei, það sem er náttúrulega í þessu líka er að maður náttúrulega mun að fylgjast með þessu gegnum Palestínum mótmælin og gegnum margt af þessu sem er búið að vera eiga sér stað undanfarið en það sem hefur náttúrulega verið mjög sérkennilegt að fylgjast með það einmitt að núna þegar mótmælin voru og það voru náttúrulega bara eiginlega að neyða myrkur út af því að maður fekk engar upplýsingar en svo komu töluna fram og þetta er eins og þú segir eitthvað kringum 30.000 til 100.000 einn Írani benti á það þessi tugir þúsundar sem nú þegar eru komnir það sem var numið í sjúkraskrám en hins vegar væri náttúrulega miklu fleira fólk sem væri líklega búið að stráfella og búið að koma fyrir einhverju fjöldagröfum eins og oft er gert á þessum svæðum. Aðfarirnar voru þannig að það var borist ljósmyndir inn á sjúkrahúsum. Það sem látið fólk liggur í sjúkrarúmi eða í líkpoka og með barkaþræðingu. Það er ennþá búnaðurinn sem notað var til að reyna að koma súrefni onni lungun á fólki af því að það var helsært og það var verið að reyna að gera því. En það sem einkennir líkin að öðru leyti er að það er byssu skot í ennið á því. Og ég er nógu klár í þessum málum til að vita að það er engin maður barkaþrætur sem hefur fengið skot í ennið. Hann er dáinn, það er ekkert hægt að gera fyrir hann. Og af hverju skildi þetta vera? Það er vegna þess að íranski byltingavörðurinn, hann elti mótmælendur, helsærða inn á sjúkrahúsin og tók það á lífi, þar sem var verið að reyna að tjasla þeim saman. Þetta eru stjórnvöld í þessum löndum. Og svo kemur Þorgerður Katrín
og ýmsir þjóðarleiðtogar og segja, það er ekki verið að virða alþjóðalög þegar ráðist gegn Khamenei og illþýðinu í kringum hann. Eiga alþjóðalög við menn sem beita svona ofbeldi gegn sínu fólki? Nei, þeir eru náttúrulega líka sjálfur búin að mölbrjóta alþjóðalög. Hvað hefði þurft að slátra mörgum til þess að alþjóðalög gripu inn í? Og Guterres, kommunistinn sem að settur var þarna yfir Sameinuðu þjóðirnar, hvað er hann að gera? Hvað hafa Sameinuðu þjóðirnar gert til að reyna að verja hendur og líf þessa fólks almennra borgara í Íran? Þeir hafa ekkert gert. Það varð að koma þessum stjórnvöldum frá og það er það sem Bandaríkjamenn og Ísraelar er að gera og heimurinn verður öruggari og betri eftir. Og það er gott að þessi skilaboð séu send til menn sem fara með svona ofbeldi gegn sínu eigin fólki, þeir eru að von á Blue Sparrow eldflauginni út úr geimnum og beint á húsið þeirra. Já, þetta er sko, og eins og þú segir sko, það sem að þeir eru náttúrulega líka búin að fjármagna hryðjuverk og annað í miklum mæli og hafa valdið miklum usla. Við náttúrulega vorum með, það var bara hérna í Evrópu, það var náttúrulega bara hryðjuverk á árunum 2014 til 2018 bara ofta á ári, vísvegar Evrópu og meðal þess í Bandaríkjunum og það var þarna náttúrulega ISIS og það voru náttúrulega þessar sellur sem að voru búin að vera meðal annars fjármagnaðar af Írunum þó svo að hérna ISIS hafi náttúrulega verið sunni og Íranar eru þessir hérna síamúslimar en hins vegar þá hefur þetta náttúrulega verið að valda gríðarlegum usla víðsvegar heiminn og það sem hefur komið kannski mest á óvart er einmitt að þegar að svona gríðarlegt mannfall verður að fólki sem er mest búið að vera kvarta náttúrulega undan mannfalli og með náttúrulega viðbjörnslegt að þá er ekki jafn mikill áhugi fyrir því sko. Það heyrist bara ekki til þeim. Það heyrist bara ekki, það eina sem þau segja er að þau séu á móti því að þessi menn séu teknir út. Við eigum von á því að þessar aðgerða verið hefnt og það verið reynt að gera það með hryðjuverkum á Vesturlöndum og almennir borgarar munu falla. Vegna þess að sá munurinn á stjórnvöldum í Íran og stjórnvöldum á Vesturlöndum að stjórnvöld á Vesturlöndum beina sprengjum sínum og vopnum að hernaðarmannvirkjum og þessum hershöfðingjum og þeim sem stýra þessum ódæðisverkum. Það er enga líkur til þess að Íranir eða þeirra fulltrúar muni beina sínum spjótum gegn vopnakerfum Evrópu eða Ísraels. Það sáum við 7. október 2023 að Hamas-samtökin þau fóru ekki gegn ísraelska hernum eða ísraelsku leyniþjónustunni. Þeir fóru inn á tónleika hjá ungu fólki og nauðguðu og myrtu fólk köldu blóði. Það var dálítið misjafnt út frá heimildum hvort þeir nauðguðu konunu fyrst og drápuðu það svo. Það var dálítið misjafnt en þeir tókuð þarna og inn í kibbútsónum eða þessum litlu þorpum á annað 1000 manns og brytjuðu það niður. Og á þessu er bara eðlismunur og það er það sem ég bent á varandi stríð á Gaza, þar hefur orðið mikið mannfall, það þarf að taka öllum tölum það með miklum fyrirvara af því að það kemur frá Hamas-samtökunum sjálfum og það eru samtök sem reyndar vilja sem mest mannfall með sinna eigin borgara, þeir hafa bara lýst í yfir að Ísraelsher fer inn á Gazasvæðið í geysilega erfiðar aðstæður og er stanslaust að reyna að eyða hernaðar mannvirkjum sem búið að koma fyrir undir byggðinni, undir sjúkrahúsunum og undir skólunum og það þýðir að skólarnir og sjúkrahúsin verða fyrir barðinu á sprengjónum en þar er markmiðið að eyða hernaðar mannvirkjum og drepa hermenn. Markmiðið er ekki að drepa almenna borgara og það kann að vera erfitt eða óþægilegt fyrir fólk að reyna að gera greinamun á þessu en hann er augljós og það skiptir máli. Aðru, hérna hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það vil ekki koma til þín í spursmál. Valkyrjunnar.
Nei, Það er bara að neita að koma til þín. já, Svara þér erindunum. nei, það gera það ekki. Nei. Þetta er svolítið áhugavert að fylgjast með, sko. Það því að það var Það er náttúrulega... koma hingað. Það er komað hingað, Já. já. Þú er svo mildur og mjúkur. Ég er svo mildur og mjúkur og engar erfiða spurningar og svona. en svona í alvöru talað þá, það var svolítið búið að sérstætt að fylgjast með þessu, sérstaklega núna þegar við erum að fara inn í, hvað var að segja, sveitarstjórnarkosningar sem að vera náttúrulega mikið umtal og svo líka ESB-umræðin sem er nú töluvert stærri. Að sko, sumir segja bara, ég var að tala við einn mann sem sagði bara, já, neina, það þurfa ekki að fara til Stefansson, hann er svo mikill skítæll. Þannig ég velti fyrir mér, skrifa þetta einhvern veginn á þig? Ég átta mig ekki á því, það getur vel verið að ég sé skítæll, en fólk mætir í þessi viðtöl og þessi viðtöl vekja einatt mikla athygli og fá mikla dreifingu og við fáum mjög mikil viðbröð á það að fólk er þakklátt fyrir umræðuna sem að þarna er sköpuð. Þetta er umræðu vettvangur. Ég hef auðvitað ekki fengið neina skýringar frá þessum ágætu konum það af hverju þær taka þessa ákvörðun, en þær verða að eiga það við sig. Boðið stendur áfram, þó ég sé móðgaður yfir þessu, þá er ég alveg reiðubúin til að setjast niður með þeim þegar hendar, en það er ekki lífsnauðsynlegt fyrir þennan þátt. Þessi þáttur verður áfram útbreiddasti umræðu þáttur landsins og við höfum einfallega tekið þá línu sem að Davíð Oddsson, fyrrum ritstjóri Morgunblaðsins og minn ágæti yfirmaður, setti, sem er þess efnis að ef að menn vilja ekki tala við okkur, þá tölum við bara þá. Því að meðan þær stýra landinu, þá munum við kafa ofan í gjörðir þeirra og orð og kryfja það með hlutlægum og yfirvegum hætti. Þess að almenningur átti sig á því hvað þeir eru að gera. En þær mega líka vita það að eftir að þær hættar sem ráðherrar, þegar þær verða felldar í kosningum, hvenær sem að því kemur, þá verður þessi þáttur áfram í loftinu og þá munum við ekki láta okkur detti í huga bjóða þeim. Mér finnst það sko út af því að ég nefnilega hef verið að pæla í þessu út frá svo ég fá að sletta stakes út af því að flestum fréttáttum þá bara ertu að meta og vega ákveðin bara bara þetta er ákveðið veð sem þú setur og það er mjög mismunandi til dæmis ef þú ert að fara í mannlega þáttinn á RÚV að þá er ekki mjög erfitt fyrir það að vera forsætisráðherra að mæta. Þannig að það er mismunandi eftir því hversu há stakes eru. Og núna náttúrulega hefur komið mikið úr þættinu þínum og meðal annars hjá mér líka, skilur sem er bara skemmtilegt en í þessu þáttum hjá þér þá hefur bara mikið á gengið fyrir ýmsa. Hins vegar fyrir þá sem hafa komið vel út úr því að þá hefur það grætt líka stórkostlega mikið. Þannig að það sem að mér hefur alltaf fundið svolítið sérstakt í þessari umræðu að alveg sama hvað fólki finnst þig eða finnst hana að þegar að það er einmitt á boðstólnum að fara í erfið viðtöl að þá eiga stjórnmálamenn að nýta þau tækifæri ekki bara út af því að einhver lýðræðislega skylda þó svo að þetta sé að fara rauk fyrir því heldur líka það er hægt að græða stórkostlega á því eins og margir hafa gert sem að eru núverandi ráðherrar. Það er þessi bara alveg hárrétt hjá þér en í grunninn er þetta við bara bjóðum upp á samtalið og þær eru ekki að boykotta eða íta út á jaðarinn einhverjum jaðarþætti. Þetta hefur gríðarlega dreifingu og mjög margir sem að hlusta á þetta í hverja einustu viku og við undirbúum þetta vel og við gerum þetta af metnaði og sanngirni. Það er engin vettlingatök og þau bara gilda alla jafnt og mér finnst bara, ég verð að segja að ef þú býður þig fram í stjórnmálum og ert og kemst til valda eins og þær hafa gert og segir, við ætlum að ráða þessu landi næstu 4 árin hið minnsta og eru samt sem áður leiðtogar sem ekkert með óbóðslega mikið fylgi á bakvið sig. Kristrún Frostadóttir er sannarlega formaður í stærsta flokknum á þingi en aldrei í sögun hefur stærstu flokkurinn verið jafn lítill. Þannig að umboðið sem þær hafa í sjálfu sér er ekki mjög sterkt. Það er ekki fyrir að þær steypa sér saman og með þessa 36 þingmenn sem þær hafa meirihlutann. Að þegar þú tekur þessa ákvörðun sem ég ætla að stýra landinu í 4 ár, að þá verður að sýna þá lágmarks kurteisi, ekki mér, heldur áhorfendum okkar og mæta til leiks og svara krefjandi spurningum. Ef að ég hefði orðið uppvísið að því í þessum þáttum að sýna fólki einhvern yfirgengilegan dónaskap eða farið með rangt mál eða eitthvað þeim, dúrgagvart þeim, gott og vel, þá geta það gert athugasemdi við það.
en þær athugasemdir hafa bara ekki komið fram. Þannig að þetta verður að koma í ljós og svo verður bara hjákátlegra eftir því sem það mæta í fleiri svona barbídúkku viðtöl á RÚV. Það er örugglega miklu þægilegra en fólk, almenningur í Íslandi sér í gegnum það. Hvernig er það? Aðgreinirðu þig persónulega frá Stefáninu spursmálum? Þegar ég rætti við Jakob Bjarnar að til dæmis eins og með þetta þá er ég bara mestmegnis bara ég og ég undirbý enga þætti. Ég bara sest niður og svo sé ég hvað gerist. Stundum pirra ég með yfir því að hafa ekki undirbúið, stundum er ég ánægður með það út af því að það kemur meira lifandi samtal. En ég rætti við Jakob Bjarnar að þegar hann til dæmis fer á Facebook og segir sína skoðanir, þá er hann ekki að tala fyrir hönd hans skrifa á Vísi. Þegar þú ert hjá Gísla, þá ertu minna blaðamaður en Stefán hennar og þá ertu meira bara Stefán hennar sem hefur sína skoðanir. En aðgreinir þetta sjálfur, pælar í þessu? Já, ég set mig í mjög ólíkar stellingar. Ég set mig í eina stellingu hér og aðri spursmálum og aðri þjóðmálum. Þjóðmálum er ég nú meira svona bara ég finnst mér í hálfgerðu partí, enda opnum við vínflösku í upphafið þáttar. Og ég er nú farið þetta flatt að því að fólk hefur gett athugasemdir þegar við höfum gerst full galgopalegir á vettvangi þjóðmála. En þar hefur líka bent og menn segja, þú getur ekki talað svona, þú ert að stýra einhverjum hluta þjóðfélagsumræðunar. Já, en það gerist á tilteknu vettvangi sem heitir spursmál og mbl.is og þar myndi ég ekki láta út mér sumt af því sem ég leyfi mér að hreyfa við oft í meira gamni en alvöru á vettvangi þjóðmála. Og þá sem ég að þú getur ekki leyft við það. Jú, ég get leyft með það vegna þess að við höfum ólík verkefni. Ég líka, svo að það sé upplýst, fer talsvert á milli viðburða sem veislustjóri og ræðumaður. Það er nú nánast hverja einustu helgi yfir vetramánuðina á kallakvöldum og steikarkvöldum og þorrablótum og ég voru að fá skemmtilegt boð núna bara í gær og ónefndu kvenna hestamannafélag út á landi sem að verður fróðlegt að heimsækja. Og þar er maður að gantast og segja sögur í hálfkæringi og sumar þar eru sannar og aðrar ekki. Og það má. Og fólk verður að gera greinamenn þarna milli. Best þykir mér hins vegar í þessu dæmi sem að gerir allt vitlust í upphafi árs þegar ég fór að segja brandara vinsalasta matreiðslubókahöfund landsins að menn kváðu upp úr það að þetta væri alls ekki fyndið og þess vegna hefði ég ekki mátt segja þetta. En ef að brandarinn greinilega að mati þess að fólks hefði verið fyndin þá hefði það kannski hort öðru sér við. Staðreyndin er svo að það voru sennilega 10.000 manna sem að voru á sömu skoðun og ég. Það er að segja að brandarinn hefði verið alveg viðbjóðslega fyndin. En hann getur þetta verið á kostnað fólks. Það má deila það hvort að maður eigi að segja brandar á kostnað annara. Það er alltaf að segja brandar á sin eigin kostnað og ég geri það mjög gjarnan. En ég leyfi mér líka að segja brandar á kostnað annara, sérstaklega fólk sem er í opinberri umræðu og opinberri vettvangi. Það er bara eðlileg meðferð húmors allan heim. Við þurfum til dæmis að geta hort á pólitíkina með gleraugum brandarakallsins. Já, það er líka orðið að mínum mjög leiðigjant. Ég man nú ekki hver sagði það, ef að þér finnst ekki brandarinn fyndinn, þá kannski var hann ekki bara fyrir þig. Og það er þessi svona viðkvæmni sem er orðin svona mjög sérkennileg dygð og ákveðin svona þórðargleði gagnvart því að ef að einhver svona hugmyndafræðilegur eða pólitískur andstæðingur segir rangan brandara að þá einhvern veginn get ég klappa mér á bakið fyrir það að hafa líka fengið að stíga hérna inn og segja mér finnst það líka alveg ömurlegur. Mér finnst þetta að vera ótrúlega leiðigjant og þetta er náttúrulega kemur út frá svona þessum gremjufræðum sko að hið pólitíska er hið persónulega. Að allt sko sem að við kemur öllu samfélaginu eigi að vera sett í einhvern búning þess að þú er að taka afstöðu til þessum undir formerkjum svona viðkvæmustu manneskjunar. Og þetta er svo leiðilegt á undanhaldi en samt sem áður ennþá rosalega ríkt í okkur. Já. Ég held að ég sé nú eitt þekktasti stuðningsmaður gyðingaþjóðarinnar á Íslandi. Ég hef nú þýtt ævisögu Elie Wiesel sem að liði af helförun í Auschwitz og fekk friðarverðlaun Nóbels 86. Ég verið mikið í Ísrael og lærði hebresku á sínum tíma og hef verið farastjóri þar og inn á Vesturbakkanum hjá Palestínumönnum og annars staðar. Ég segi gyðingabrandara.
fólki bregður oft við og ofbýður sko. En það húmor er ótrúlega áhrifarík leið til þess að spegla samfélagið, skoða hluti, jafnvel að varpa fram hlutum sem er ekki hægt að ræða bara því að þeir eru svo svakalegir. Á þessu líka eru mögulega einhver mörk, en þetta svona minningum sko hirðfíblin inn í höllunum, að þau leku og dönsuðu og þau gátu komið fram við konungin á þann hátt sem aðrir gátu ekki, vegna þess að það var hirðfíbl. Hirðfíbl samtímans er húmorinn. Það skiptir máli hvernig honum er beitt og sumir eru fyndnir og aðrir ekki, og það eru margir sem að telja ég sé mjög ófyndin, en fólki sem er að fá mig á þorrablótin og herrakvöldin, það er ósammála því. Þannig að ég held bara mínu strikið því. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate, en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afsláttur og skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð, en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa, og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri, og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is, skráið ykkur í áskrift. Já, ég menna, ég held að sem er margir sammála það sem er allt fyndið, og ég, eins og ég segi, það er líka bara einhvern veginn að við séum einhvern veginn að spegla okkar eigið ágæti í því einhvern veginn að reyna að ná okkur niður á öðrum sko. Það getur ekki leiðst til góð sko. Nei. En farum okkur öðru. Viðhorf. Hvernig horfir þetta við þér? Núna er samfélagið svolítið að breytast. Við erum að sjá verðbólgu, við erum að sjá þetta almannatryggingafrumvarp og við erum að sjá atvinnuleysi. Þetta er eitraður kokteill á mínum mati. Mjög. Þegar við horfum upp á það að við séum búin að missa það mikla tiltrú á fólki að við teljum að við þurfum að gera það fýsilegra að verða bótaþegar. Og nú get ég sagt þetta sem starfsmaður með fötluðu fólki í 16 ár. Ég veit að það er ákveðin hlutdeild sem að fer í úr þessum sameiginlegu sjóðum í það að aðstoða þá hópa sem að þurfa raunverulega á því að halda. Rétt. Til þess erum við með kerfin. Já. Hins vegar að þá er augljóst að það er verið að misnota þetta kerfi, og svo misnotkun mun koma til með að aukast gríðarlega ef að við aukum við þetta almannatryggingakerfi eins og þetta frumvarp lætur í ljós. Þarf ég ekki að vinna ef að mér er illt? Það er spurningin. Ég er í yfir 10 ár búin að eiga mjög reglulega mjög erfiðum bakmeiðslum. Þannig að ég er bara sárþjáður. Ég hef alltaf mætt í vinnu. Ég er alveg jafn sárþjáður heima hjá mér eins og í vinnunni. Og ég hef tekið upp þætti þar sem ég er algjörlega að farast. En nú er verið að ala því að ef þú finnur til einhvers staðar, að þá er að fara til læknis og fá hlutorku og svo búið að útbúa kerfið með því móti að ef ég geri það, að þá er ég jafnvel betur settur heldur en á laununum þegar ég var í fullu starfi. Þá ekki við í mínum tilviki, þetta er ákveðin launabil og annað í þeim dúr, við höfum aðeins verið að fjalla þetta í spursmálum, og þetta er alveg eitt mál. Ég hef áhyggjur af verðbólgunni og atvinnuleysinu alveg sérstaklega, vegna þess að ef atvinnuleysið eykst skarpt og verðbólgan fer ekki niður, þá erum við ekki að beita hagstjórnartækjunum rétt. Og því miður er augljóst að stjórnvöld hafa ekki gert sitt til þess að draga úr verðbólgu. Kristrún sagði, ég er með sleggjuna, ég ætla að lækka vextina og ég ætla að lækka verðbólguna. Núna segir hún, það er mögulegt að við verðum með einhver aðgerð eftir páska, en staðreyndin er svo að stjórnvöld eru ekki verkfæri til þess að ná þessu niður. Þannig að hún er að lýsa því yfir að það var aldrei neins sleggja. Hún er ekki í vopnabúri samfylkingarinnar, þó að ég sé á þeirri skoðun að ríkið hafi yfir að búa vopnum til þess að taka verðbólgunni, og það væri til dæmis bragur að því ef þeir myndu afturkalla vörugjaldabreitingarnar á bílana sem að hafði mikil áhrif á verðbólguna í upphafi árs, og ef þeir myndu afturkalla það núna, þá myndi það hafa sömu áhrif niður á við. Þannig að það eru sannarlega verkfæri. Það sem ég óttast helst er að nú erum við að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst og þá munum menn færa fram rök með og á móti Evrópusambandsaðild. Það er ljóst að verðbólga hefur tekið íslenskt hagkerfi lengi og
það hefur verið veikleiki í málflutningi þeirra sem ekki vilja fara inn í Evrópusambandið vegna þess að í Evrópusambandinu hefur verið minni verðbólga, þannig reynda vegna þess að það eru ríkt mikil stöðnun. En ef að verðbólga er mikil hér, þá eru meiri líkur á að fólk samþykki það að hefja vegferðin í Evrópusambandið. Annað vopn sem að við höfum alltaf séð andstæðinga Evrópusambandsins geta beitt, það eru atvinnuleysistölur. Menn hafa getað sagt, heyrðu, hér er vinnumarkaðin sveigjanlegri, hér er meiri hagvöxtur heldur hjá þeim, þess vegna eru reynda með háu vextina og verðbólguna, þannig að hér hafa allir getað fengið vinnu. Núna er atvinnuleysið að mælast 7,3%. Þannig að það eru ekki eins sterk rök í máli þeirra sem er á móti inngöngu Evrópusambandsins og Evrópusambandið og áður. Þannig að stjórnvöldin sem vilja koma okkur inn í Evrópusambandið hafa allavega til skamstíma mikinn hag af því að hér sé há verðbólga og aukið atvinnuleysi. Og ég er miklar áhyggjur af því þegar að hagsmunirnir skarast svona. Og ég hef líka miklar áhyggjur af því að við séum með stjórnvöld í landinu sem að ætla núna að fara að semja fyrir okkar höndum inngöngu í Evrópusambandið og vilja ólm komast þar inn. Þorgerður Katrín hefur vikum og mánuðum saman átt fundi bak við tjöldin í Brussel þjóðaratkvæðagreiðsluna sem að nú hefur verið kynnt. Það lag út frá Brussel hvenær þjóðaratkvæðagreiðslan myndi eiga sér stað. Það þýðir að Þorgerður Katrín hefur verið í samtölum við viðsemjendur okkar. Hún er að fara í samninga þar sem hún þarf að geta hagsmuni Íslands gagnvart Evrópusambandinu og hún er í samkrulli við þá. Ef ég væri að semja við þig mikilsverða hluti, þá væri ég ekki að deila með þér viðkvæmum upplýsingum eða ráðslegast við þig það hvernig ég ætlaði að haga minni aðferðafræði við samningana. Og þetta er mjög eitrað, þetta er óþægilegt og Þorgerður Katrín verður að sýna þjóðinni, ef að þessu verður, að hún sé bær til þess að halda okkar hagsmunum og einungis okkar hagsmunum. Það er til þess sem hún er kosin. Hún er ekki kosin til þess að gæta hagsmuna Ítalíu, Grikkja, Ungverja, Pólverja, Eista, Letta, Litáa, Finna eða Svíða Dan. Heldur íslensku þjóðarinnar. Það er tvennt sem að ég er pínu smeykur við. Ég reyndar hef það mikla trú á þjóðinni að ég held að við munum Ég treysti þjóðinni til að segja nei við þessu. Þú segir ekki eins og framkvæmdastjórinn hjá olíufélögunum árið, fólk er fíbl. Nei, ég geri það ekki. Ég segi það stundum, en það er nú bara að greini. Hann er reyndar eitt þekktasti Evrópusinni Íslands í dag. Er það? Já, þannig að hann stólar allavega á það. Já. Það er tvennt sem að ég er svolítið smeykur við. Það er sko annars vegar það að hugtakanótkun undanfarna mánuði hefur verið heldur frjálsleg. Þegar við erum að fengum það fyrir þegar þessi ríkisstjórn var mynduð að þeir eru enga skattahækkanir. Svo var það bara kallað leiðrétting, stoppa í götin, bæta fyrir þetta, alls konar hugtök sem að komu fram. Ef að það til dæmis er að vera að tala að það mun ekki vera gefin neinn afsláttur á okkar auðlindum, að þá vil ég vekja svolítið athygli á því að við ættum að bera vera með sérstaklega athygli á því að við förum að sjá einhver önnur hugtök það hvernig við ætlum að ráðstafa okkar auðlindum. Bara okkar auðlindir, það er bara varanlegar undanþágur og það er ekkert annað sem kemur til greina. Þorgerður sagði þetta núna á þinginu, en ég er svolítið stressaður út af því að núna verður örugglega farið í einhverja sérkennilega hugtakanótkun. Hitt sem að ég er stressaður yfir er þetta með það að í þessum umræðum að þá er sko, maður sá þetta núna í gær þegar að Sigmundur Davíð fyrir einhvern fund og heimildin slæris upp einhvern makafund. Ég held að ég hafi fengið að boða hann að fund líka. Það var ekkert eitthvað rosalega lokaður fundur. Ég er nokkuð viss ég sé farið með rétt mál, en þá er það lokaður fundur skilur og einhver makarhreyfing til þess að reyna að passa upp á það að Sigmundur Davíð sé á þeirra línu skilur til að ljúga þjóðinni. Evrópusambandið er alltaf málað upp sem þessi svona litli svona Davíð í Davíð og Golíat sem er bara svona nei, við viljum bara passa upp á hagsmuni allra sem er inn í okkur, en sko stóri vondi Mogginn og Stefáninnar og aðrir sem er að tala gegn ESB aðild, það er sko hið stóra ríka afl sem að hérna vofir yfir öllu og ég er bara halló. Útgerðin. Já, útgerðin. En ég er bara halló, við erum að tala Evrópusambandið sko. Við erum að tala eitthvað gímald í Brussel sem er að taka ákvarðanir fyrir alla í álfunni.
það stóri aðilinn. Já, við getum rökrætt það hvort þessi gott að fara hann inn og ekki gott, en ekki reyna að mála þetta upp sem að íslenska þjóðin og þeir sem eru að tala fyrir fullveldi þjóðarinnar og við viljum viðhalda því að það sé stóri vondi aðilinn sko. Og ef Evrópusambandi sé þessi litli krúttlegi aðili sem bara að passa upp á öll löndin sem innan þessa bandalags, þessa litla bandalags. Þetta mjög skökk mynd og það á rétt hjá þér og þetta skynjaðu þetta allir með betri hætti þegar þeir farið til Brussel og inn í Belamon bygginguna og skoða þessa rángala alla þar sem að 20.000 pótentáta og embættismanna eru starfandi við það að tryggja samruna Evrópu. Það er stóra markmiðið og menn segja núna og við erum fullvalda þjóð, við höfum tekið ótrúlega slægi. Við glötuðum miklu á Kópavogsfundinum á 17. öld. Svo fórum menn á þjóðfundin 1851 og sögðu við mótmælum allir. Við fengum heimastjórn 1904, ráðherra loksins til landsins. 1918 urðu við fullvalda þjóð í konungssambandi við Dani og 1944 var bláfátæk þjóð, ríflega 120.000 manns ef maður rétt, sem að margir höfðu mikla vantrú á og sagði við ætlum að standa á eigin fótum og hún gerði það og hún hefur gert það svo vel að við erum í hópi ríkustu þjóð í heimi. Og á grunni fullveldisins höfum við getað varið mjög mikilsverða hagsmuni. Við gerum það í Icesave-deilunni síðast, en við gerum það líka í Þorskastríðunum, síðast 1975, þegar við færðum lögsöguna út í 200 mílur og við ráðum núna okkar fiskistofnum. Og við getum samið þegar hvernig við deilum þeim flökkustofnum og annað í þeim, en við gerum það sem fullvalda ríki. Þeir sem vilja fara inn í Evrópusambandi segja, við verðum að deila fullveldinu með öðrum, við þurfum að fara inn í þetta ríkjasamband og komast að borðinu svo að við getum haft áhrif á reglurnar sem að þeir eru að setja og eru að tróða í okkur núna og þá deilum við fullveldinu. En munurinn á þessar aðstöðu sá að ef það kemur eitthvað upp á sem að varðar auðlindir Íslands eða grundvallarhagsmunir okkar landamærin, vatnsréttindi, rafmagn eða hvað það að þá erum við fullvalda þjóð sem getur sagt hingað ekki lengra, við eigum þetta og á þessu verður ekki tróðið. Ef að við erum inn í Evrópusambandinu, þá breytist dýnamíkinu þetta, þá þarf að leysa úr einhverjum ágreiningi eða einhverju stöðu útdeilingu einhverja gæða og þá höfum við sannarlega rödd við borðið, en svo verður gengið til atkvæða og við verðum búin að skuldbinda okkur til þess að hlíta niðurstöðu meirihlutans, þar sem við verðum með örfá og þingmenn af 700 og mögulega einn ráðherra í einhverju hliðaráðuneyti af 28 í ráðherraráðun. Og þá höfum við ekki þetta vopn að geta stíðið niður fæti sem fullvalda þjóð, hún sé smá og segja, nei hingað ekki lengra. Ég minni bara á ummæli Davíðs Oddssonar frá 2008. Við borgum ekki skuldir óreiðumann. Íslenska þjóðin mun ekki taka á sig drápsklyfjar einhverja manna sem út í bæ tóku ákvarðanir sem að koma almenningi ekkert við. Og við gátum það vegna þess að við vorum fullvalda þjóð. Ef að þessi deila hefði komið upp og við vorum inn í Evrópusambandinu, þá hefðu menn sest að samningaborðinu innan Evrópusambandsins og svo hefðu menn rétt upp hendur og menn hefðu sagt, þið verðið bara að borga þetta og þið verðið að borga vextina og allt saman. Og á þessu grundvallarmunur. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Þá ætla ég að bera undir því, ég meina við erum hvað sem að innleiða mestmegnis af þessu dóti. Við erum búin að gera okkur grein fyrir því að innan EES að þá erum við með stórkostlega hagsmuni undir út af því að það það besta sem hefur komið fyrir okkur. Við getum ekki núna í þessum
sérkennilega heimi sem eiginlega bara nýr heimur sem allir eru búin að viðurkenna. Við getum ekkert verið staðið utan þess. Í ofanálag myndum við náttúrulega að fá sæti við borðið og við myndum geta tekið þátt í því að taka ákvarðanir sem að hvort sem við varum að fara að taka. Kanadamenn virðast alltaf að þeir koma örugglega bara inn í þetta líka með okkur. Að verða miklu meiri umsvif innan Evrópusambandsins. Þeir eru að fara að draga úr regluverkafarganinu þannig að innspýtingi mun koma til með að auka stórkostlega á næstu árum. Þeir ætla að hægja á innleiðingu reglugerðarfargans. Ekki láta þeir dreymum það að þeir muni fækka síðunum 30.000. Nei, en hringdu í mig þegar það gerist. Já, þú ert með númerið mitt. Ég er með númerið mitt. En samt sem áður, ég menna við erum hvað sem innleiða þetta. Við þurfum alltaf að taka þetta inn út af EES-samningnum og af hverju ættu við ekki, þó svo að það sé lítill máttur, að hafa allavega einhverja þá sem að geta tala á okkar máli inn á þessu þingi í staðin fyrir að vera bara að standa algjörlega fyrir utan og bíða eftir að reglusetningunum sé bara tróða á henni kokja á. Nei, við getum haft áhrif á það á grundvelli EES-samningsins. Við getum komið okkar sjónarmiðum á framfæri. En svo þarf líka að eiga sér stað efnislega umræðu það hversu langt við eigum að ganga í því að taka við öllu þessu regluverki eins og nú er. Við göngum inn í EES-samstarfið 1994. Það var allt öðruvísi Evrópusamband heldur en við höfum í dag. Miklu einsleitara og þar voru ekki margar þjóðir í veikri stöðu eins og hafa komið inn síðan og eru á leiðinni inn í Evrópusambandið. Og við þurfum að eiga, og það hefur bara verið talað algjör góðgá, að ræða uppfærslu eða endurmat á EES-samningnum. Ég segi bara eins og ég sagði hér í upphafi. Við viljum eiga í frjálsum viðskiptum við Evrópu. Við höfum mikla hagsmuna því. Það snýr að sölu á vöru og þjónustu og kaupum á vöru og þjónustu. En eigum við endilega, og þá segir maður, en það líka frjáls för fólks milli landa. Höfum við aðeins grætt á því? Við erum hér að eiga við uppgang glæpahópa, meðal annars albönsku mafíunar og palestínsku mafíunar sem að kemur hér í gegnum Svíþjóð, að því að það er frjáls för til og frá landinu. Við erum eyja norður í Ballarhafi og þetta er ekki náttúrulögmál. Við getum haft meiri stjórn á þessum hlutum. Við eigum að gera þá kröfu að eiga í frjálsum viðskiptum við Kanadamenn og Bandaríkjamenn og Evrópusambandið, en þó fyrst og fremst bara einstaka ríki Evrópu. Þetta eru einstaka ríki og einstaka fyrirtæki sem við erum að versla við, án þess að þurfa að taka hér við reglusetningu það hvers konar músagildru þurfa að vera inn í skápum á veitingahúsum, eða hvernig kústaskáparnir á veitingahúsum eigi að vera, eða hvernig eigi að haga ljósastýringu inn á heilbrigðisstofnunum eða hvað það er. Þetta er orðið alveg glórulaust og þetta er ástæða þess að Evrópa er núna með 65% af þjóðarframleiðslu Bandaríkjanna. Það er að því að við erum að leggja okkur drápsklifjar reglusetningar sem að draga úr verðmætasköpun. ETS-kerfið er dæmið þetta. Það er endar alveg rugl. Ísland á að segja sig úr því kerfi núna. Nei, ekki seinna en núna. Ég held að lausnin sé. Ég held að lausnin sé að Bogi Níls fari á fund Eyjóls og segi, nú tekur þú við fyrirtækinu. Eins og Eyjólfur er búin að gera undir í skóna, að gera í skóna að hérna, hann vilji gera. Mér fannst þetta rosalega ummæli. Já. að það sé bara komið til greina að þeir bara takið þetta yfir. Já. Út af því að annars kom einhverju erlendir aðilar að taka þetta yfir. Þú nú nýlega búin að tala við Boga. Já, ég er á þeirri skoðun að Æslandi sé þjóðaröryggismál og það þarf að spurja sig þeirra spurningar með eignarhaldið. Það eru reyndar eignarhaldsmörk á félaginu, þar sé hvað hver aðli getur átt og annað þeimd úr, en þetta er stór mál fyrir okkur og það er mjög stórt mál að tryggja samkeppnishæfni Æslandair. Vandinn að sá stjórnvöldin í dag, þau eru ekkert að velta fyrir þessar samkeppnishæfni. Allar aðgerðir sem hefur verið gripið til dæmis með álagningu veiðigjaldana, sem að segja, það er frábært að láta helvítis útgerðina borga. Hún er svo ógeðslega rík. En hún dregur, þessi veiðigjalda álagning, hún dregur úr samkeppnishæfni greinarinnar og þá drögumst við aftur úr og þá hættum við að búa til þau verðmæti sem við viljum búa til. Og ég sé þessi stjórnvöld aldrei tala það hvernig við tryggjum eða aukum samkeppnishæfni Íslands. Við erum í samkeppni lífsgæði við aðra þjóðir og það væri svo geggjað ef við hefðum stjórnvöld í landinu sem sagði við ætlum að tryggja samkeppnishæfnina. Við ætlum að gera það verkum að hér verði öflug fyrirtæki meðal annars í flutningaþjónustu til og frá landinu vegna þess að það er grundvallar atriði upp á lífsgæði Íslendinga. Það er ótrúlegt að við getum keyrt út á Keflavík á 40 mínútum og valið úr
ég held að það sé 80-90 áfangastæðir í Evrópu og Bandaríkjunum og með nýjum vélum sem að nú að koma í flota Icelandair A321 XLR-vélin sem að kemur 2029, þá verður þetta að fljúga á 2 hreyflum á San Francisco og og Los Angeles og það verður þetta að fljúga á Tel Aviv og fjarlæga áfangastæði sem við höfum ekki getað áður. En ef að Icelandair nýtur ekki við, ef að Icelandair þarf að bera þyngri byrðar af því að það er íslenskt félag heldur en félögin sem í samkeppni eru gerð út frá Tyrklandi eða Færeyjum eða Bandaríkjunum, þá verður þetta flugfélag ekki til staðar. Nei, og það er líka annað í þessu sko, nú þekki ég aðeins til út og ég þekki menn sem að vera að starfa þarna, er að fólk almennt sé að gera sér litla grein fyrir því hvað Icelandair gerir sko, með byrðaflutninga og fleira sko. Hvað? Þeir halda bara að þetta sé eitthvað án þess að gera lítið úr því flugfélagi eins og Play sem var bara að ferðast með fólk og reyna að bjóða þeim fram á ódýrari kjör á nýjum áfangastöðum. Icelandair er í mjög stórri útgjörð bara fyrir byrðaflutninga sem við reyðum okkur mjög mikið á og reyndar alfarið á. Já, Play gerði það svona líka og Váver gerði það í mjög miklu mæli og þá opnumst ákveðna leiðir með breiðþotunum sem að reynda síðan káluðu Váver á sínum tíma vegna þess að breiðþotunum geta flutt mjög mikið magn til þess að fiski. Þú maður skal ekki það að Costco opnaði, það var þetta að kaupa ótrúlega fersk ber af ýmsum tegundum á lágu verði sem voru að koma beint frá Kaliforníu. Það var út af Kaliforníu flugi Vá. Það var hægt að taka eitt gám í hverju viku og koma með gríðarlega fersk ber á lágum verðum. Það var að því að þessi flutningaleið var opin. Hún verður einhverju leyti opnast aftur þegar að síðan að þessar vélar verða teknar í notkun 2029, en þá þarf Icelandair að vera til staðar. Og það er alveg svo með framboð á góðu áfengi, það er eins og með framboð á góðum veitingahúsum og afþreyingu, nýju lónunum sem er verið að setja upp og Sky Lagoon og í Laugarási út um allt. Þetta er allt tilkomið vegna fólksflutninga, að því að við tekist að laða gríðarlegan fjölda ferðamanna hingað og það er eins með vínarflutningur og veitingahúsin. Og ef að þessir hópar hætta að koma hingað, að það verður erfiðar að flytja fólk til og frá landinu eða vegna þess að samkeppnishæfni Íslands er skökk, þá leggst þessi afþreying af og þá verður verra að búa á Íslandi og þá mun unga fólkið, velmenntaða fólkið, síður vilja búa á Íslandi. Það er miklu minna með eitthvað vaxtastig eða húsnæðiskostnað að gera. Það er allstaðar erfitt. En ef að fólk getur valið á milli þess að vera í dýru húsnæði í landi þar sem þú getur keypt áfengi eins og þér sýnist að þeim sem þér sýnist og farið á fín veitingahús og í lón og ferðast með tiltölulega einföldum hætti til annarra landa, þá velur það land umfram einangraða eyju sem að tók upp á sitt einstæmi ákvörðun það að eyðileggja framtíðamöguleika sína. Þetta snýst allt samkeppnishæfni. Þetta á að vera það eina sem að stjórnvöld hugsa og Bogi Níls kom nú inn á það í viðtalinu við mig að þegar að Kristrún og hennar fólk kynnti dröga nýri atvinnustefnu fyrir Ísland, þá var ekki einu orði vikið að fluginu. Samt sem að starfar 1% þjóðarinnar hjá Icelandair, beint skattspor Icelandair er 40 milljarðar og fyrirtækið hefur í raun og veru áhrif á öll önnur fyrirtæki í landinu. En þeim datt ekki í hug. Ég veit ekki hvers konar fyrirtækið láta sér dreyma að byggja upp. Ég ekki meg að vera gagnaver og þeim er illa við álverinn og sjávarútvegurinn er alveg ægilegur. Nei, Jóhann Páll er nú peppaður fyrir gagnaveri. Já, hann er peppaður fyrir gagnaveri og gervigreind, en hann er núna að setja meira og minna allar virkjanir í biðflokk. Það á ekkert að fara að virkja hér af alvöru á komandi árum. Er það? Já. Men hann var nú helvíti brattur á innþinginu. Já, hann var bara frábærlega brattur en það verið að færa stærstu virkjanakostina, hagkvæmustu virkjanakostina í biðflokk og þetta mun taka áratugi viðbót að koma þessu í farveg. Ég flög austur á Egilsstaðum daginn, var á bjórkvöldi með þjóðmálum á Eskifirði og satt hægra megin í vélinni og við erum að fljúga þarna yfir Vatnajökul, Langasjó og annað. Svo förum við austur fyrir og þá sé ég í klakaböndum Kárahnjúkavirkjun. Hún er svo krækiberi í helvíti á þessu risastóra hálendi. Og samt var búið að telja þjóðinni trúum það að það verið við að sökkva Íslandi. Við værum bara öll komin undir vatn og myndum mara hér í hálfu kafi ef þetta er það veruleika. Þetta er stærsta og öflugasta peningaprentunarvél sem Ísland á. Hún malar dag og nætur, milljarða á milljarða tugi ofan. Það er búið að borga hana upp örfáum árum eftir hún var reist og hún mun gera það næstu 100 árin. Og við þurfum fleiri svona virkjanir
og fleiri svona lón og það þarf að stöðva geðveikina í kringum þessa umhverfisvernd. Þetta er algjör geðbilun. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við Harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Það er nefnilega margt í þessu sko, út af því að, hvað var þetta? Er þetta ekki prívatsamtal? Þetta er prívatsamtal, jú. Nei, ég meina, kom fram, var það ekki Samtök atvinnulífsins fyrir 2 árum sem tóku saman greiningu á því hversu margir væru mótfallnir því að við færum í aukna orkuöflun og það var það bara eitthvað 3%. En samt þetta alltaf sko mála upp sem eitthvað sem sko bara 50-50. Hvað eru vinstri grænir að mælast með mikið í könnunum? Það endar, já. Þetta er bara speklun af því. Hljóta að fara að rjúka upp núna þegar Rósa Björk var hann ekki hjá þér. Hún var hjá mér, öflugu vitari, Rósa er frábær. Já. Ég hitt hann nú í gær eftir þetta, ég sagði, þetta er glæsilegt hjá þér, þetta er bara þetta er eins kosningu hjá Sovjetmönnunum. Hún sagði, já, við viljum hafa það þannig. Þannig að hún hefur húmor fyrir þessu. Ja, það ekki? Jú. En hún fór úr Vinstri grænum yfir í Samfó og svo aftur í Samfó yfir í Vinstri grænum. Já. Já, ok. Hún lætur bara ekkert hvað sem er yfir sig ganga og ég er ánægð með það. Þannig að hún er að mörgu leyti svolítið eins og Svandís. Þetta eru ósveigjanlegar konur. Og ég held að þetta sé flokkur sem að gangi auðvitað aldrei fyrir því. Hún segir að núna sé hljómgrunnu fyrir pólitík sem að tala fyrir mannréttindum og umhverfisvernd. Allir flokkar tala nú fyrir mannréttindum. Það er engin flokkur á þingi sem er á móti mannréttindum en auðvitað hafa menn mismunandi skoðun á því hvernig hægt sé að tryggja þau. Sumir halda það sé gert í gegnum jafnréttistofu og fjölmiðlanefnd, aðrir halda það sé gert með öðrum hætti. Og svo er það umhverfisverndin. Ég er ekki á móti umhverfisvernd. Ég elska Ísland, margt af því fallegasta sem við eigum er í íslenskri náttúru. Ég nefndi Langasjó sem er einhver fallegasti staður á jarðríki. Stuðlagil sem kom undan vatni með Kárahnjúkavirkjun er eitt fallegasti ferðamannastaður í Íslandi. Þannig að það er ekki bara þannig að við verðum á fórnarlandinu, við fengum annað og áhugavert land í staðinn og mér finnst nú lónið líka bara fallegt í sjálfu sér. En við þurfum að finna balans á milli nýtingar og varðveislu og þar höfum við bara, og þessi nýjustu dæmi af Jóhanni Páli og hvernig þeir hafa fært þessa virkjunarkosti í biðflokk, er bara dæmi það að menn ætla ekki að víkja af þeirri leið sem að fela þetta í sér. Rauðafossvirkjun í Norður Skagafirði, Héraðsveitin og annað, þar sem að við getum virkjað og búið til gríðarlega verðmæti fyrir okkur og framtíðarkynslóðir. Jóhann Páll verður bara, ef hann getur rakið þetta ofinni, þá verður hann bara að mæta í spursmál. Hann er búinn að vera borabrattur. Hann vill ekki koma í spursmál. Nei, hann kemur maður. Hann hlýtur að koma. En sko, þetta er búið að vera svo áhugavert margt af þessu og reynda margt sem við erum að koma inn á. Það er líka bara, sko, fyrir mér að vera þetta hlaðvarp hérna verið bara, eiginlega bara skemmtun. Ég horfið svolítið á þetta bara sem leiki þó svo maður sé að tala alveglega málefni á þannig. Ég meinti ekkert af því sem ég sagt. Nei, ég veit það. Þetta er allt í hálfkæringi. Hins vegar, þá erum við núna á ákveðnum tímamótum á svo mörgum sviðum þar sem að við erum bara að velja á milli þess að lífskjör verði góð eða verði ekki góð og þar kemur inn í þessar dellu hugmyndin náttúrulega það hvað séu mannréttindi sem er oft bara skerðing á mannréttindum annara sem er hugmynd sumra af því hvað séu mannréttindi. Orkumálin þurfa náttúrulega bara að komast í lag, annars eru bara lífskjör þeirra okkar barna að fara að verða verri. Á hraðri niðurleið. Á hraðri niðurleið. Regluverka farganið sem við tökum inn og viðurkennt í Evrópusambandinu þrátt fyrir það eins og þú varst að nefna á þann að þeir eru ekki að fara að vinda neitt ofan á, heldur bara að hægja á því. Bara hægja á dauðanum sko. Svo margt svona í gangi að þetta hlaðvarp hérna og margir af þáttum maður svona byrjar að pæla í þessu miklu meira út frá því bara hvernig nægir bara að fá fólk til þess að rífa sig í gang og ég vona reyndar sko, ég byrjar að hafa meiri trú á ungu fólki því ég held að það sé farið að sjá í gegnum þetta. Ég var að hlusta á Meginlandið
þar sem að einn þátturinn heitir Ungt fólk, þar sem Helga Vala talar við 2 ungliða og þar sögðu þau sko að hópur sem væri stærstur í því að vera andvígur aðildarviðræðum væri unga fólkið. Og ég var bara, þetta er alltaf að koma. Við finnum mjög fyrir auknum áhuga ungs fólks í gegnum bæði spursmál og þjóðmál og ég veit að unga fólkið er líka að hlusta þennan þátt hjá þér af því að það er talað tæpjutungulaust og mannamál en ágreiningurinn er ekki endilega það hvort að við eigum að stefna auknu lífsgæðum eða ekki. Ágreiningurinn er það hvaða leið sé best að því marki. Þorgerður Katrín segir fullum fetum Ísland væri betur statt efnahagslega ef við hefum verið inn í Evrópusambandinu heldur en utan. Og nú verður fólk að taka afstöðu til þess hvort hún hefur rétt fyrir sér í því eða ekki. Ég segi, það er ekki tilviljun að auðugustu ríki Evrópu standa utan Evrópusambandsins. Það er Sviss, Noregur og Ísland. Og ég held að framtíð Íslands sé mjög björt. Hún er björt vegna þess að við tókum málin í okkar eigin hendur og við getum haft málin í okkar eigin höndum og við okkar eigin gæfusmiður. Það er, mér finnst það öfumæli þegar tönnlast á því í garð stjórnaranstöðunar að hún treysti ekki þjóðinni. Eina fólki sem að mér finnst ekki treysta þjóðinni er fólki sem segir við skulum láta embættismenn og fulltrúa annara þjóða taka ákvörðun það hvernig okkar framtíð verður mótuð. Það verður ekki aftur snúið ef við fetum þá braut á enda. Nei, en svo líka sko út af því að vera að segja þetta að það er náttúrulega, þetta er bara orðið svo margfalt verri hugmynd. Við erum að sjá núna Þorstein Víglundsson vera svolítið að ganga aftur það hafa verið, eins og hann sagði sko, hann var aldrei stuðningsmaður Evrópusambandsins, hann meira svona hlindur samkeppnishæfri mynd eins og hann hefur sagt. En núna kemur hann fram bara með tölur frá samtökum iðnaðarins að viðhorf iðnaðarfyrirtækja er að verða verri í garð Evrópusambandsins. Samtöku atvinnulífsins eru líka að lýsa því að fólki eða þeirra fyrirtæki eru líka í auknum mæli að telja þetta vera ófýsilegt fyrir Ísland. Það er rétt, þetta eru áhugaverðar tölur. Vandinn í umræðinu núna og spurningun og tímasetningu atkvæðagreiðslunnar er sá að það er talað eins og það að segja já við aðildarviðræðum sé okkur á kostnaðarlausu. Menn segja, er ekki betra bara að fara að sjá þetta? Það hefur engin áhrif, við getum alltaf sagt nei þegar aðildarsamningurinn liggur fyrir. En auðvitað er það ekki aðeins einföldun, það er beinlínis ósatt að þetta hafi engar afleiðingar í för með sér að hefja þetta ferli. Í fyrsta lagi kostar nú þjóðaratkvæðagreiðslan svona eitthvað á bilinu 600-700 milljónir. Aðildarviðræðurnar munu að öllum líkindum kosta einhvers staðar á bilinu 1-2 milljarða vegna þess að stjórnkerfi þarf að fara í það. En svo eru viðræður við Evrópusambandið þannig að stjórnkerfi byrja strax að laga sig að Evrópusambandinu. Og það fer mikil vinna og mikil orka í það. Og á meðan við stöndum í þessu ferli sem að vísustu mennis og Pavel Bartósek sem kann þessi mál út og inn segja að þetta sé verkefni sem að muni taka tíma til 2030-31 að þá er þetta ár sem verða undirlögð í þetta verkefni. Ég veit ekki hvort að þjóðin segi já eða nei 29. ágúst en ég er algjörlega sannfærður það að þjóðin muni segja nei við aðildarsamningi eins og Norðmenn hafa til dæmis gert þegar að sá samningur liggur fyrir. Og ef að það verður niðurstaðan þá felast glötu tækifæri, glataðir fjármunir og glataður tími í þessu tímabili frá 2026 til 2030, 31 eða 32. Við eigum bara að taka stímið inn í framtíðina. Við höfum að móta framtíðina, við höfum verkfærin til þess að taka á verðbólgunni og vöxtunum og atvinnuleysinu og verðmætasköpun og orkuöflunni. En það er eins og að menn hafa bara gefist upp og sagt verðbólgan er komin í 5,2% og atvinnuleysi í 7,3%. Við verðum bara að láta Ursulu von der Leyen leysa þetta. Af því við getum þetta ekki sjálf. Ég segi þá bara við þetta fólk, þegar látið okkur þá bara þetta. Það er nóga fólki, af öflugu fólki sem að getur leyst þetta og ég vil bara sjá stjórnvöld brettu bermar og gera það. Byrjið á að afnema vörugjaldabreitingarna sem þið réðust í áramótin.
Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á Poulsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fékk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á Poulsen.is og lætur klára málið í dag. Það þarf líka að svara einni spurningu að mínum að því sem hefur farið svolítið fyrir brjóstaði mér sko, því að það er talað um það að ef að aðildarviðræður fara af stað að þá hefst aðlögunin. Það er það sem gerist. Já, en það fer pínu fyrir brjóstaði að mér sko. Því ég var ekkert eitthvað það stressar, ég treysti bara þjóðinni til að segja nei við þessu. En hins vegar ef að þetta er þannig að ef að það verður samþykkt 29. ágúst það að fara í aðildarviðræður þá eiga stofnanir hjá okkur ekki að fara að einbeita sér að því að fara að aðlaga sig að því. Þær gera það leið. Það kannski er minna mál fyrir okkur að því við erum inn í EES og höfum aðlagað okkur að mörgu leiti. Það er öðruvísi heldur en þegar fátækur ríkin í Austur-Evrópu og þetta kerfið er byggt í kringu það. Ríkir að koma í mjög veikri stöðu inn í aðildarviðræður. Það er allir, eða það er meirihlutinn er á þeirri skoðun að það eigi að fara inn í Evrópusambandið og menn segja, ef við hefum aðildarviðræður og byrjum með þessa aðlögun, þá mun staða okkar ríkja strax batna. Vegna þess að það er spilling og það er brogað stjórnkerfi og veikar stofnanir og annað í þeim dúr. Því eru þetta ekki til að dreifa í okkar tilviki. Við erum í sterkri stöðu, alveg svo Kristrún og þau hafa nefnt að við erum ríkt land á alla mælikvarða. En við ætlum að fara að laga okkur að kerfi sem hefur sannað sig að virkar ekki og er að draga úr lífsgæðum í álfunni. Og það er alvarlegi hlutin í þessu. Þannig að kerfið er hannað í kringum fátækuríkin. Pavel Bartósek viðurkenndi það, hann segir EES-samningurinn leiðir til þess að við erum að nettó að borga 79 milljarða inn í þetta kerfi sem að sameiginlega sjóð Evrópusambands og annað og það mun sennilega 2 eða 3-faldast ef við fyrir þetta inn. Þannig að það getur þá kannski orðið 30 milljarðar sem að við erum að borga nettó umfram það sem við fáum í formi styrkja. Og það er bara eðlilegt vegna þess að við erum að fara að vinna þá með ríkjum sem eru fátækir. Við þurfum að borga vegakerfið í Moldavíu og Albaníu og Ungverjalandi og hvaðan ég tala ekki um Úkraínu ef þeir fara inn í Evrópusambandið. Þannig að það er peningar sem að munu þá ekki nýtast hér heima, að því hér er allt í lukkuna velstandi, bæði vegakerfinu og heilbrigðismálunum og leikskólamálum og öllu því. Og það er bara spurning sem að við þurfum að svara hvort að við viljum gera með þeim hætti. Það kann vel að vera að viljum styðja þessi ríki en viljum við hafa forræðið á því sjálf hvernig það er gert? Það verður ekki þannig að við förum inn í Evrópusambandið. Nei, þá förum við að ljúka þessu. Þarf þú ekki skellari stjórnmála? Nei. Ég veit að fólk að sparki í mig, þannig að hlýtur að vera fólk að sparki í þig. Já, það er nú verið að sparki í mig út á svo mörg. Ég sé enga mun á þessu sparkum. Fjólublára rassinum alla daga. En sér þetta ekkert fyrir þér? Er þetta ekkert sem er á borðinu? Ég er í öllum viðtölum spurður út í þetta. Já. Og svarið er alltaf eins. Ég er að stýra spursmálum, ég er óskaplega gleða því og mér finnst muna það sem við erum að gera þeim vettvangi. Ég hef ofboðslegan áhuga á samfélagsmálum, ég held að það leynir sér ekki. Og sá sem að hefur slíkan áhuga, hann gæti tekið upp á því daginn að fara í pólitík. Það er bara heiðarlegasta svarið. Ég er ekki að leiðina þangað núna og ætla bara að standa mig eins vel og ég get í því sem ég er að gera núna. Það getur líka vel verið að ég geri bara eitthvað allt annað. Já, sjáum til. Stefán Einar, ótrúlega gott að sjá þig. Sömuleiðis. Farðu vel með þig og þangað til næst. Takk.